15 mínútur og vonast eftir að svo fjölgi að tilskilin tala fulltrúa komi á fundinn og allt geti farið eðlilega og löglega fram. Ég hef ekki önnur betri ráð að sinni að bjóða henni. Þórir Steingrímsson tekur til máls. Góðir fundarmenn, kjörstjórnin eða kjördeildin frammi í andirinu, hún tjáði mér það vantaði 15 manns. Svo það er spurningin, síminn hérna frammi og ég held að allavega það hafa sett lið í minn stigagang og ég held að verðum að hreistast með í þessa 15 mínútur að reyna að safna liði. Takk fyrir. Ágættir fundarmenn, það er nú liðið þetta korter sem við töluðum og aðeins rúmlega það, en það hefur líka orðið nokkur árangur, en þó ekki alveg nóg, svo að mig langar til þess að biðja ykkur að hafa biðlund nokkra stund enn og vonast þá áfram eftir því að full tala náist. En ég bið ykkur aftur afsökunar á þessari töð. Fundamennum að koma í salinn og fá sér sæti. Samkvæmt upplýsingum sem ég hafa borist frá kjörstjórn, eða er það ekki rétt að orðið yfir þau sem að tóku hér á mót okkur og merkt okkur inn, að þá sé nú mættur tilskilinn fjöldi á þennan fund eða að umboð liggi fyrir. Og það er mitt mat að þá sé ekki til fyrirstöðu að hefja fundarstörf, en ég vil samt sem áður leita eftir því hvort að einhver hér inni efist lögmæti fundarins. Já. Er ekki lögfræðingur hérna samkvæmt þetta á fundinum? Jú. Hvað segir hann það að sé lögmætt? Mér er sagt að þeir sem fóru út, þeir hafi skilið eftir umboð á fundinum, þannig að það á að vera í lagi. Já, ég hef ekki nema orð ágættra stjórnarmanna fyrir því að fundurinn sé lögmætur og hreint í stæði og ég hef ákveð fyrir það sem það. Það var að vísu gerð hér fyrirspurn, en ég met það svo að það sé enginn sem mælir á móti því hér að fundurinn sé lögmætur. Og þá legg ég til að við göngum til dagskrá og hefjum nú loks hin eiginlegu fundarstörf. Og fyrst tökum við fyrir nýjar reglur Hamraborgarráð og það er Þórir Steingrímsson, formaður Hamraborgarráðsins, sem að tekur til máls. Gjörðu svo vel. Góðir fundarmenn, ég vil auðvitað taka fundarmönnum þessa fullsetu og bíða eftir því við næðum þessum tilskipta fjölda til þess að við getum hafið störf og er með mikill létti því að nú hefst hinn raunverulega vinna. Þessar reglur sem að núna, þær breytingar sem að núna liggja fyrir eru í eðli sínu þær að gera Hamraborgarráðið að einum lögaðila, þar að segja að það sé einu lögaðilinn sem að getur gengið fram fyrir skjöldur allra húseigenda
gömlu reglunum þá sögðum við þar að þetta væri 13 húsfélög í jafn mörgum stígagöngum. Nú 14. húsfélagi komin inn, þann aðila sem okkur vantaði á síðasta stofnfundi, en það eru Hamraborgarráð 2. Það eru húseigendur, verslunar og skrifstofuhúsnæðis. Með því að hér gerist þetta félag, 14. félag, aðili með þessum reglubreytingum, þá erum við loksins komin á leiðarenda, það er að segja þá leið sem við hófum fyrir 18 árum síðan og höfum aldrei getað náð nokkurri fullnustu frá þeim tíma fyrir nú. Nú er tækifærið. Og eins og við sjáum að það eru eigendur í Hamraborg frá 1438, það er jöfnnúmer og starfar samkvæmt lögum fjölbýlishús, númer 59/1976 og eftir því sem við á. Hlutverk þess er að mynda samstöðu með eigendur séreignarhluta í, og þá kemur þessi tilvitnun í þetta fyrsta félag sem var sett á laggirnar. Það er að segja, félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi sem stofnsett var 16. maí 1975, fyrir 18 árum síðan. En sú stjórn tók aldrei til starfa. Þess vegna eru bílageirslurnar eins og þeir eru. Jafnframt er hlutverk þess að gæta hagsmuna sameignarfélaga í samskipti við Kópavogskaupstað og fleira samkvæmt þeim samningum sem byggingaraðilar fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi gerðu 27. september og 10. nóvember 1972, svo viðbótarsamningum 17. og 18. október 1973. Önnur greinin að Hamraborgarráð tryggir sjálfstæði þeirra 14 húsfélag sem eru í húsunum með 1438 jöfnunúmer og er óheimilt að hlutast til málefni þeirra. Rétti til þess að skýra í þessum reglum hlutverk Hamraborgarráðsins. Það annast ekki innanríkismál húsfélagana, alls ekki, heldur sameignina. 3. grein. Hamraborgarráði skal að öðru leyti starfa samkvæmt 4. málsgrein 1. grein reglugerðarinnar, nr. 280/1976 og skulu eftirfarandi reglur samþykktar. 1. Hamraborgarráði skal starfa sem húsfélag samkvæmt lögum og reglugerðum fjölbýlishús, nr. 59/1976 og skal atkvæðagreiðsla bifreiðageymslur og fleira miðast við fjölda séreigna. Nr. 2. Skal aðalfundur Hamraborgarráðsins haldið samkvæmt 6. grein reglugerðarlaga, nr. 59/1976. 3. Stjórn Hamraborgarráðsins skal hafa 14 fulltrúa ráðs, jafnmargra húsfélaga Hamraborgarins til ráðgjafar og aðhalds, hver fulltrúi skal tilnefndur af sínu húsfélagi. Þetta ráð er þverskurður af valdastofnunum Hamraborgarinnar í heild, það er að segja þessara 14 húsfélaga. Þetta ráð kemur saman að einu borði og endurspeglar vilja allra eiganda og getur þar af leiðandi, eins og kom fram skýrlega á síðasta aðalfundi hjá okkur, að lögum samkvæmt ber þessu ráði að taka minni háttar fjárhagslegar skuldbindingar fyrir alla eignina. Allir eigendur hafa þess kost að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í gegnum þennan fulltrúa, þar sem að það verður að vera mjög skýrt, eins og kemur þetta fram í reglunum, að hver fulltrúi skal tilnefndur af sínu húsfélagi, og þá verður Hamraborgarráðið, það er að segja ráðið, að taka mark á þeim fulltrúa og geta með honum ásamt öðrum tekið lögformlegar ákvarðanir varðandi minni háttar fjárhagslegu skuldbindingar fyrir þessa eign, þessa sameind, eins og hérna er kveðið á um. 4. liðurinn eins og Hamraborgarráð hefur það hlutverk að mynda samstöðu með húseigendum, gæta hagsmuna þeirra, ábyrgjast og annað samskipti þeirra vegna sameignar við Kópavogskaupstað og aðra þá aðila sem þeir kunna tengjast sameiginlega með einum eða öðrum hætti.
þegar er að taka fjárhagslegar ákvarðanir að fólki þjappi sig saman félagslega þá leið. Eins og nú hefur þegar sannast á undanförnu ári að við erum þegar orðin þessi heild, þessi samstaða sem að hefur orðið til þess að núna liggja fyrir í fyrsta skipti í 18 ár samningsdrög þetta við Kópavogsbústað. Ágæti fundarstjóri, ég veit ekki hvort ég get flutt frekari erindi þessar reglur og þakka ykkur kjörlega fyrir. Formaðurinn Þórir Steingrímsson hefur lokið máli sínu og þá eru umræður frjálsar þessa tillögur. Orðið er laust. Já, gerðu svo vel. Til máls tekur Þórhallur Björnsson. Fyrirspurn hérna í sambandi við 3. greinina 1. lið. Skal atkvæðagreiðsla bifreiðageymslur og fleira miðast við fjölda séreigna. Ég gef mér ekki alveg grein fyrir hvað þetta er. Þetta vil ég fá skýring á því. Eins er hérna í 4. greininni annaðhvort ráð hefur það hlutverkefni samstöðu með húseigendum gæta hagsmuna þeirra, ábyrgjast og annast samskipti þeirra vegna sameignar við Kópavogskaupstað og aðra þá aðila sem þeir kunna að tengjast sameiginlega með einum eða öðrum hætti. Það er altså hvað felst í þessu líka sem ég hefði viljað fá upplýsingar um. Ég finnst þetta, ég veit ekki hvað við erum. Þórhallur Björnsson hefur lokið máli sínu. Þá er orðið áfram laust. Til máls tekur Þórir Steingrímsson. Ég ætla ekki að láta lögmönnum það eftir að útskýra fyrir fundarmönnum fyrsta töluliðinn hvað var það fjöldaséreigna, en ég vil aftur á móti svona áskilja mér rétt til þess að aðeins að túlka fjórðaliðinn. Samstöðu með húseigendum gæta hagsmuna þeirra, ábyrgja og svo annað samskipti þeirra vegna sameignar við Kópavogsbústað og aðra þá aðrir sem þeir kunna tengjast sameiginlega með einum eða öðrum hætti. Við erum að reyna að mynda samstöðu hér. Það skýrist að fjórði liðurinn er að hvetja til þessar samstöðu. Gæta hagsmuna þeirra? Jú, með þeirri samstöðu erum við að gæta hagsmuna. Með samstöðu einnig þá vinnum við hlutina. Og ábyrgjast og annars samskipti þeirra vegna sameignar við Kópavogsbústað? Jú, við vitum þá ósköp vel að Hamraborgarráðið, ef það fær þessar reglur samþykktar lögum samkvæmt, þá verður það orðinn lögaðili. Sá lögaðili sem hefur vissa ábyrgð sem krafist er í samningum eða samningsdrögunum Kópavogsbústað. Aftur á móti getur
Þór Ólafsson hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þarna er hendi uppi. Verður Hamraborgarráðið þá einrátt með þessu samþykki? Það sem við vorum að spara hérna, við skiljum ekki alveg upp á það að er þá hússtjórnarfundurinn, er þitt talað við hann eða að gera eitthvað eða eða takið þig einrátt ákvarðanir? Skiljið hvað ég tala við? Já. Ásta Hversdóttir. Hreiðar. Ha. Hreiðar. Já, þá hefur Ásta lokið máli sínu. Mér fannst nú í raun og veru formaðurinn skýra þetta allnokkuð í sinni upphafsræðu. En þú vilt kannski aðeins fara yfir þetta aftur með okkur? Þórir, tekur til máls. Til að taka af annan vafa, þá er húsfélag í stigagöngunum alrátt í sínum stigagátt. Hamraborgarráðið, samkvæmt þessum reglum, tryggir sjálfstæði þeirra 14 húsfélag sem er í húsunum 14-38 jöfnum og er óheimilt að hlutast til málefni þeirra. Já, þá höfum við það nú nokkuð skýrt og skorinn oft. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það byrði ekki fleiri orðið og byrjun á við og þarna er einn. Tryggvi. Tryggvi Þórðarsson tekur til máls. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég held að það væri hérna með þessari 3. grein 1 varðandi fjölda séreigna að þá væri átt við að það væri aðeins eitt atkvæði fyrir hverja íbúð, burt sér frá því eða hvern eignarhluta, burt sér frá því hversu stór sá eignarhluti væri. Þannig að jafnvel þeir sem eiga bara litla kitru hérna í Hamraborginni að þeir ættu til jafns rétt til að greiða atkvæði sameignina sem að bifreiðageymslurnar og þetta sameiginlega svæði er til jafns við þá sem að eiga stærri eign. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt atriði. Takk. Já, Tryggvi Þórðarsson hefur lokið máli sínu. Og eru það fleiri sem vilja tala? Fundarstjórinn má hérna ræða samninginn núna. Það verður gert á eftir, Guðjón. En af því að það kom hér fram fyrirspurn, var það ekki frá Þórhalli Björnssyni áðan, að þá hvort að lagmaðurinn Pétur Sigurðsson. Ég get vísað til þessum Tryggvi það er ákveðað rétt skilningur á þessu. Já, Já, það er mér það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og ég lýsi því yfir að umræðum sé lokið þennan dagskrárlið og þá kemur að afgreiðslu á honum og ég vil bera þetta upp í þrennulagi fyrir að grein fyrir sig og ef að enginn fer fram á skriflega atkvæðagreiðslu þá tel ég að handa upprétting sé æri nóg. Er nokkuð sem biður skriflega atkvæðagreiðslu? Það er ekki og þá vil ég biðja þá sem að samþykkja fyrstu greinina eins og hún liggur hér fyrir að gera svolítið greiða atkvæði með því að rétta upp hendi. Ég er á móti Guði. Sem vilja samþykkja. Sagði ég það ekki? Já, ég held það. Takk fyrir.
Takk fyrir. Þeir sem á móti kynnu að vera. Hún er samþykkt samhljóða með yfirgnæfandi greiddum fjölda atkvæða. Og þá er það 3. greinin eins og hún liggur hér fyrir. Ég vona að það sé ekki, það finni enginn eitt af því þó ég les ekki hverja grein upp. Það er búið að fara vel í gegnum þetta og þetta var sent til ykkar fyrir fundin og ég tel ekki ástæðu til þess. Nema að einhver hefði farið fram á það. Þá er það 3. greinin eins og hún liggur hér fyrir. Þeir sem vilja samþykkja hana gera svo vel að greiða atkvæði með því að rétta upp hendi. Takk fyrir. Þeir sem á móti kynna að vera. Það er enginn á móti og því og tillagan er samþykkt með yfirgnæfandi fjölda greiddra atkvæða. Og þá er Hamraborgarráðið orðið staðreynd og lögformlegur aðili. Og því að þetta sé full ástæða fyrir fundin að fagna því. Þá tökum við til við annan lið á dagskrá sem er umfjöllunarskrá samning við Kópavogskaupstað rekstur og viðgerðir á bifreiðageymslu og tilhögun framkvæmda ábyrgð, fjármögnun og innheimtu. Og það er Þórir Steingrímsson sem ætlar að gera grein fyrir þessu samningi. Gerðu svo vel. Góðir fulltrúamenn til Alþingis. Þá er vinnan við samninginn framundan og ég veit ekki nú vil ég ekki vera þreyttur með því að fara í gegnum hvert lið, það er ekki síðan óþarfi. Eina sem ég get sagt við ykkur er það að samninganefndin hefur haft mikla ábyrgð alla þá tíð sem hún hefur setið fundi við samninganefnd Kópavogskaupstaðar og báðir aðilar hafa oft á tíðum, verið svolítið þreyttir á hvor öðrum en þó hafa sanngirni sjónarmiðin ráðið ferðinni. Og það brann mjög á samningamönnum síðustu dagana fyrir undirritun 7. maí síðastliðinn og við höfðum það að leiðarljósi og höfum það ennþá alla tíð frá því við lögðum af stað fyrir 1,5 ári síðan að hafa að leiðarljósi fjárhag þess versta og þess lægsta og fátækasta ellilífeyrisþega í Hamraborginni. Þetta var mottóið sem við höfðum. Þetta er það sem við göngum út frá og það var þetta sem réð herslumuninn og sem réði úrslitum að þessi samningar náðust. Við erum með þessum samningum að ná ákveðnum tökum á þessu samfélagi sem hefur verið doða síðastliðin 18 ár. Núna fyrir að rofa til. Nú fara hlutirnir að gerast. Ég veit að margir ykkar eru auðvitað ekki sérlega ánægðir með marga hluti í þessu samningum. Það má vera. En við rákum okkar stefnu á því. Við vissum sko vel að við keyptum þessar fasteignir okkar hérna í Hamraborginni með ákveðnum kvöðum að við ættum þetta ekkert einn. Við getum ekki merkt okkar eins og við þegar okkar einn, en við áttum ákveðin afnot, ótilgreind afnot af þessum stæðum. Og með þessum kvöðum sem við keyptum þá hvílir á okkur ákveðin vinna og ákveðin skylda. Við getum ekki alltaf hlaupist undan því og sagt þetta samfélag fyrir 18 árum síðan er algjört klúður. Þá verðum við algjört klúður langt fram yfir næstu aldamót. En nú er von að við tökum á þessu vandamáli, snúum hjólunum í okkar þágu og gerum þetta virkilegum drauma
getum sjálf svo í framtíðinni andað léttar. Vegna þess að með þessum samningum tel ég að við séum til að fyrsta að tryggja okkar eigið umhverfi, númer 2, auka verðgildi eignar okkar og þá leið okkar hamingju. Takk fyrir. Þórir Steingrímsson hefur lokið að gera grein fyrir þessum samningi og þá eru umræður frjálsar hann og orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs. Já. Þórhallur Björnsson. Það átti ég líka. Ég veit ekki hvert númer á honum, hvort það númer 3, 4 eða 5. Mér finnst hann fyrir okkur Hamraborgarbúa vera, einhver svo lakasti sem ég hef séð þess að og mjög óræður með hann. Okkur ætlað, samkvæmt þessum samningi, að standa að mestum og miklum hluta undir rekstri á kjallarahæðunum 2, sem bara gagn í raun og veru. Vegna þess að þetta við eigum ekki þó að vera að kosta byggingu bílastæðanna, þá höfum við gengið undir það að samnýta þau, minnstakosti að deginum á almennum opnunartíma verslana og ég skil það þannig að við séum það. En þessi samningin, þessi upphaflegi samningur og hugsunin á bak við það hlýtur að hafa verið sú að það væri skynsamlegt þar sem að svona mörgu fólki og miklu starfsemi eru hrúgað saman á lítið svæði. Þá hætt við að það verði erfitt bílastæði öðruvísi en að samnýta þau og það tel ég mjög skynsamlega gert og hugsaði í upphafi. Hins vegar finnst mér það ekki sanngjarnt að við sem höfum, húseigendurnir sem hafa byggt þessi og kostað þessi bæði upphafi, að þeir standi undir rekstri á götu sem að hringkeslan þarna til að komast að þessu. En þeir sem að samnýtingin gerð fyrir eru náttúrulega fyrst og fremst verslanirnar og þeir sem þarna eru og mér skilst að það séu 17 aðilar, verslanir og skrifstofur sem eiga þarna húsnæði og þeir eiga 11 bílastæði, eftir sem ég hef sagt. Ég sel þetta nú þessar tölur ekki dýrar en ég keypti það, ég var að sagt þetta og það veit að það ekki. En það náttúrulega mikilsvert fyrir verslunina og fyrir umferðina hér í bænum og nýtingin á þessu að þeir sem koma hér til þess að vekja sér erindi, þeir hafi aðstöðu til að losa sig við sín farartæki og geti vekja sér erindi
breytir litlu í þessum samningum til að fyrra þá undankomu. En þarna er verið að velta yfir á þessar aðilar sem margir hafa líklað til og er verið að velta yfir á þá bökunum sem Vínsandinni segir að bærin eigi að borga. Og mér finnst það nokkuð harðsótt ef bæjarstjórnin hefur gengið svo hart að samninganefndin að okkar aðilum að þeir eru algjörlega borgnar fyrir þessu þrátt fyrir þessa glöggu grein sem þeir gerðu sér fyrir hag margra sem búa þarna í Hamraborg. Ég fer nú ekki út í, ég hef nú strikað undir margt sem ég hef viljað spyrja fundum byrjaði fyrir hálfum tíma seinna heldur mátti að gera, svoleiðis að það er erfitt ef að margir ætla að fara lögir út í það og ég þess vegna geri það nú ekki, en ég er algjörlega á móti þessu samningskröfum sem hér eru lagt fram og ætlast til þess ef að fer fram á það að þau verði held á þessum fundi og það verði reynt að ná betri samningum og sanngjarnari samningum fyrir íbúana. Þórhallur Björnsson hefur lokið máli sínu og næstur talar Tryggvi Þórðarson. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Það eru nokkur atriði hérna við þennan samning sem að mig langar til að gera. Það er kannski í fyrsta lagi hérna í grein 1.3 enn fremur er sá fyrirvari gerður að endanleg kostnaðaráætlun sem gerð verður getur hækkað eða lækkað. Það væri afskaplega gaman ef hún lækkaði. Ég hef aftur á móti meira áhyggjur af því ef hún hækkar. Ef hún hækkar ekki þagalega mikið, ef hún hækkar 1 milljón þá er þetta allt í lagi, kannski. Ef hún hækkar mikið meira, ef hún hækkar 20 milljónir, ef hún hækkar jafn mikið og byggingar kostnaður Ráðhúss Reykjavíkurborgar hækkaði frá upphaflegri kostnaðaráætlun sem var víst engin kostnaðaráætlun, en ég hygg að það hafi verið jafn grundig eða jafn vel rökstudd kostnaðaráætlun fyrir Ráðhúsi Reykjavíkurborgar eins og við erum með hérna fyrir þessa frumkostnaðaráætlun við lagfæringunni. Bara ef einhver veit ekki hvað þetta er, ef við segjum að þetta sé 5 ára lán sem að borgast niður með 12 afborgunum á ári, að þá jafngilda 40 milljónir cirka 5 sígarettupökkum á mánuði, svona miðað við núverandi verðlag. Sígarettupakkin hefur þá tilhneigingu til þess að halda verðgildi sínu. Síðan fylgdi hérna með afskaplega fróðlegt plagg í þessu dóti sem að í öllum þessum pakki sem við fengum sem að heitir lóðaleigusamningur út af þessum lóðum. Hér stendur í 18. grein með leyfi fundarstjóra: Sú kvöð hvílir á lóð þessari að öll lóðbyggð svæði lóðarinnar svo það yfirborð bygginga á lóðinni sem sýnt er sem garður á meðfylgjandi uppdrætti bæjarverkfræðings Kópavogs og inngangur á það svæði er opinn almenningsgarður. Kópavogskaupstaður ákveður ætíð útlit skipulag svæða þessara og er óskylt að hafa samráð við leiguúttaka þessi atriði, en Kópavogskaupstaður kostar rekstur þessara svæða. Það er sem sagt að Kópavogskaupstaður ber alfarið ábyrgð á geislagarðinum eins og hann leggur sig. Samkvæmt lóðaleigusamning. Síðan kemur hérna í 4. grein samningsins sem að fjallar viðhald eða greiðslu rekstrarkostnaðar. Þá stendur með leyfi fundarstjóra, svona þetta er á rétt svona fyrir ofan 5. grein og þessum 5. greinin byrjar:
Til viðhalds telst einnig viðhald þaks og geislagarðs. Þannig að allt í einu geislagarðurinn komin inn í eitthvað sem að samkvæmt lóðaleigusamningi kemur þessu máli ekki við og er alfarið á kostnað eða alfarið á ábyrgð bæjarins samkvæmt þinglýstum lóðaleigusamningi. Mig vantar í raun og veru, mér finnst vera of mikið óvissa í kostnaði við að gera þessa hluti. Mér finnst að það sé verið að tala þarna kannski tölur á bilinu frá 10 upp í 100 milljónir, einhvers staðar á því bili sem að við erum að borga helminginn af. Ég vil fá að sjá einhverja nákvæmari tölur eða einhverjar eitthvað þak. Auk þess þá stendur hér til greiðslu rekstrarkostnaðar, greiðum við 45% af rekstrarkostnaði á fyrirfram áætluðum ársgrundvelli. Hver er sá fyrirfram áætlaði rekstrargrundvöllur núna í dag? Er hann 1 milljón, er hann 500.000, er hann 10 milljónir? Hvað er hann? Það eru kostnaðarþættir í þessum samningi sem hanga afskaplega mikið í lausu lofti og fyrir þeir líka betur á hreinu, þá treysti ég mér ekki til þess að samþykkja. Tryggvi Þórðarsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Ásmundur. Ég veit ekki hvers son Ásmundur er. Jónsson er hann. Jónsson. Hann er Ásmundur Jónsson, þegar svo er. Fundarstjóri, góðir nefndarmenn. Ég hef eins og þeir sem hafa komið upp hér á undan mér talsvert við þetta allt saman að athuga. En ég vil nú byrja á því að þakka stjórn Hamraborgarráðsins það að þetta skyldi nú vera gert með þeim hætti sem að tillaga sem að samþykkt hér á síðasta fundi gerði ráð fyrir. Það er mjög þakkarvert og gott að við skyldi nú fá öll þessi plögg þannig við gætum nú aðeins glöggvað okkur á þessu. Hins vegar láðist aðilum þessa samnings eða þá samninganefndin okkar eða stjórninni, ég skal ekki fullyrða nákvæmlega hver það var hlut, láðist nú eitt í því að uppfylla þessa tillögu sem við samþykktum á síðasta fundi. Það sagði nefnilega í tillögunni, nákvæm kostnaðaráætlun liggi fyrir. Hún liggur ekki fyrir. Og ég verð að taka undir með Tryggva, það finnst mér vera stærsti hlutinn í þessu dæmi öllu saman. Hvað gera með ráð fyrir þetta kosti? Nú ég vil aðeins halda áfram í framhaldi af því sem að Tryggvi sagði lóðaleigusamninginn og ætla þá að byrja mér fróðari menn það dæmi að leiðrétta ef við förum með rangt mál. Ég leyfi mér að efast það að samningur sem þessi framkvæmdir, viðgerðir og rekstrarkostnað taki fram eða felli úr gildi ákvæði þinglýsts lóðaleigusamnings. Ég veit ekki til þess að það hafi verið gerðar breytingar á þessum ákvæðum í þessum lóðaleigusamningi og sé þetta nú rétt okkar túlkun að Kópavogskaupstaður beri ábyrgð á öllu því sem að tilheyrir geislagarðinum og inngangi á þetta svæði, þennan almenningsgarð sem að hér er. Þá eru hvorki meira en minna tæpar 7 milljónir af þessum 39,5 sem að framkemur í upphaflegri kostnaðaráætlun sem fylgdi með þessum plöggum sem falla undir það. 6,9 milljónir eru með einum öðrum hætti vegna geislagarðsins. Nú, það er talsvert mikið allir að vita, er þetta Kópavogskaupstaður eða er þetta sameign? Það er líka annað sem að ég rek augun í og vil þá biðja menn að leiðrétta ef að ég miskil eitthvað þarna. Það er í kostnaðaráætlun liður 8, yfirborðsfrágangur við númer 12, 14 og 38. Hvað eru 12 með þennan samning að gera? Erum við ekki að gera samning fyrir Hamraborgarráði íbúðum með 14 til 38 jöfnúmer? 12 er ekki hluti því. Þannig þá er nú gott að vita hvað eru stór hluti af þessum 2,2 milljónir sem það er sett sem kostnaður vegna 12. Það eru ýmis svona atriði sem að gerir þann verkum að ég tek undir með Tryggva og Þórhalli að ég á afar bágt með að sætta mig við samninginn eins og þetta lítur út, eins og hann lítur út. Og til þess að þreytingu sótti þá ætla ég að tína fleira til.
taka verkið. Jú, þetta þarf að sjálfsögðu alltaf að gera til þess að sé hægt að útbúa einhverja verklýsingar, útboðsgögn og annað slíkt og bjóða þetta út. Hvenær í ósköpunum má við gera þetta ef það á að byrja framkvæmdir í júní? Miðað allan þann tíma sem farið þetta hingað til þá sé ég nú ekki að það sé langur tími eða allavega meira menn heldur betur láta hendur standa fram á verðum eða þeir ætlar að takast þetta. Það er líka talað í þessum samningi að framkvæmdir sem getur, þetta kemur fram í grein 2.2.1, framkvæmdir sem getur í fyrstu grein verði á ábyrgð Kópavogskaupstaðar. Það er Kópavogskaupstaður sér hönnun, útboð, samninga og uppgjör við verktaka og eftirlit með framkvæmdum. Ég ætla nú svo sem ekki fyrirfram að vantreysta Kópavogskaupstað, en mér finnst mjög óeðlilegt að einungis annar aðili komi að öllum þessum þáttum. Ég segi fyrir mína part allavega sem eigandi í íbúðar í fjölbýlishúsi, ég vil gjarnan vita eitthvað það hverjir fá útboðsgögn, hverjir fá að taka þátt í því að gera tilboð í verki. Ég vil gjarnan fylgjast með því hvað er verið að semja. En mér finnst óeðlilegt að bara annar aðilinn eigi að hafa þessa þræði alla í hendi sér. Nú þetta eru nú svona helstu atriðin fyrir utan að ég vil taka undir með Tryggva líka að mér finnst talsvert mikillar ónákvæmni gæta þegar að talað er að við eigum að greiða 45% til Kópavogskaupstaðar vegna reksturskostnaðar á viðræðastæðunum og viðhald og svo framvegis. Það er að vísu sagt í þessari sömu grein að það er verið að taka á ákveðna reksturslíði 1.550.000. Er það hámark þess sem við komum til með að greiða á ári í þennan kostnað eða er það eitthvað, getur það verið eitthvað meira? Eins og ég segi enn og aftur, mér finnst þetta að vera talsveit mikið óljóst, loðið, teygjanlegt og svo framvegis. Af þeim sökum sé ég mér ekki fært að greiða þessum atkvæði, greiða þessum samningi mitt atkvæði. Ásmundur Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það var maður að biðja orðið þarna. Var einhver að biðja þarna, já? Er það ekki Sigurður? Sæmundur, Þorsteinsson heiti ég. Já, gerðu svo vel. Takk fyrir. Fundarstjóri, góður fundarmenn. Ég ætla nú að byrja á því að afsaka tilveru mína hér. Það gerir nú röddin til heyrinn náttúrulega ljót og þetta mun vera kölluð viskirödd. En gróft frá sagt, ekkert viskir. En hvað nú aftur komið það í giftum. En það sem ég ætla að tala það voru þessi samningar sem er að ræða. Ég er nú kannski ekki maðurinn til þess að hérna ræða þessa hluti. Við vantar nú kannski dálítið meira í höfuði til þess að fara að móta þessum spekingum fyrir að tala undan með. En ég held aftur á móti og ég þarf ekki áherslu á það að miðað við störf beggja nefndanna sem voru megin við borðið, þá megin við nú vera nokkuð stoltir af þeim árangri sem þar hefur nást við mjög erfiðar ástæður ákkilega. Og þess vegna legg ég til eindregið að þessi samningar verði samþykktir og það er ekki sundrungi sem okkur vantar, elskuða mína góðu. Það er samstaðan og það sem verður að gera þarna að mér sýnist, það er verið að bjarga mér og þér og fá okkur til þess að vera nær hvort öðru það sem á að gera. Þess vegna segi ég já. Sæmundur Þorsteinsson hefur lokið sínu máli. Tryggvi Þórðarson aftur hefur svo vel. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Það má ekki skilja hvorki það sem að ég sagði hér áðan, né held ég að ég hef ekki sagt þetta fyrir hönd Ásmundar einnig.
þessari rýrð á þá sem að nefndu og höfðu gefið sér til þess að setja þessa samningafundi. Ég held að það sé hreint kraftaverk að einhver hafi fengist til þess að gera það. Ég hef setið sömu megin borðsins eins og þeir í mörgum tilvikum og það er asskoti hart stundum að þurfa að semja eitthvað. Það sem að mér finnst aftur á móti vera mikið atrið það að það kostnaður við þetta sem að liggur svolítið á lausu og ég get ekki ímyndað mér það að nokkur hér inni myndi vilja láta mig fá undirskrifaða óútfyllta ávísun og sagði, elsku drengurinn minn, hafðu þetta bara svona 200 kall, þetta er ekki allt í lagi. Það dettur engum manni svoleiðis til hugar og ekki heldur þó við séum að ræða hæstvirta bæjarstjórn Kópavogs. Við verðum að fá einhverjar tölur sem að koma til með að standa eða eitthvað þak sem að kemur til með að standa, ekki eitthvað óljóst. En þetta er mín skoðun á þessu. Ég er líka alveg fullviss það að enginn hér inni, hvort sem að hann situr Kópavogsmegin við borðið eða Hamraborgarmegin við borðið, vill vera þess valdandi ef að það er eitthvað, nú veit ég ekki, ég hef ekki heyrt svarið frá þeim lögfróðu mönnum hér það hvort að það stangist á þessi samningur við þennan lóðalegu samning, hvort að það er eitthvað sem að ekki bara stenst gagnvart lögum. Ef samningurinn stenst ekki gagnvart lögum vegna þess að hann brýtur í bága við lóðalegu samningi, þá er náttúrulega til lítils að ræða það að vera að samþykkja þennan samning. Við þurfum aðeins að hugsa þetta, við erum ekkert að kasta rýrð á hvorki einn eða annan, við erum aðeins að draga fram það sem okkur finnst í þessu máli, það er kostnaðurinn og það er spurningin það hvort að þessi grein í lóðalegu samningum á við. Við viljum allir bæta þetta niður hérna og allir bæta það sem vantar á hérna við Hamraborgina. En það er ekki alveg sama hvort að það kostar 40 milljónir eða 80 milljónir eða 10 milljónir eða hvort að rekstrarkostnaðurinn á ári er 1 milljón eða 10 milljónir. Þetta kostar allt saman og við sem erum, þeir stigagangar sem að þurfa að leggja í kostnaðarsamar viðgerðir á næsta ári eða næstu árum á blokkunni hjá sér, að ég held að fólk sé afskaplega umhugað peninga og fjármál núna í dag og það að bæta kannski við einhverju sem er á núgildandi verðlagi 3.000 krónum á dag eða 3.000 krónum á mánuði við húsjóðsgjaldið, að það er svolítið sem við þurfum að spyrja okkur og ég held að þetta sé rétt sem Þórir segir. Það er það leiðarljós sem að hefur þurft að hafa. Takk. Tryggvi Þórðarson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Steinþór Ólafsson. Fundarstjóri, góðir grannar. Ég ætla að vera stuttorður. Ég viðurkenni það mér það vandi og höndum hér. Fyrsta lagi þá finnst mér samningurinn gallaður, erfitt að samþykkja, jafnframt erfitt og ennþá erfiðara að hamla gegn því, með því að fella, að það verði hafist handa og gerðar nauðsynlegar umbætur í þessu. Ég er líka mjög ánægður með þær athugasemdir sem Tryggvi og Ásmundur
samkomulagi milli Kópavogsbæjar og Hamraborgarinnar. Ég er afskaplega ósáttur við þessa kostnaðarhlutdeild 44% hjá Hamraborginni og 55% hins vegar. Ég samt sem áður myndi ég samþykkja þennan samning og líta á þetta sem skref í fyrsta skrefi. Og sagði lögmaður mér áðan að þó að það væri ekki tiltekið í samningnum að þá væri það alltaf hægt að fara fram á nýjar viðræður og taka þetta upp aftur. En samningar eru til þess gerðir að taka af öll vafaatriði. Samningar eru til þess að það þurfi ekki að koma til málaferla eða annarra taka af allan vafa. Þess vegna hefði ég viljað hafa þetta. En nú er búið að undirskrifa þessa samninga. Og það er bara verst gúls samþykkja þetta svona ekki. Það sem við verðum líka dálítið erfið staða sem við verðum sett hér í. Getum við gert breytingar á það? Eða verður bara verst að kynkja þessu samningi en stendur? Eða er hægt að gera breytingar á hann áður en endalega samning? Ég vil samt ekki tegja þetta. Þannig að ég ítreka það. Mér finnst ég vera í vanda staddur fyrir að taka skynsamlega ákvörðun eða afstöðu í þessu máli. Takk fyrir gott. Steinunn Þór Ólafsson hefur lokið máli sínu og þá stendur næstur til máls Pétur Sigurðsson. Fundarstjóri, fundarmenn. Ég vil leitast við að svara tveimur spurningum sem að hér hafa komið fram og má segja að varði svona lögfræðilega skýringar. Það er annars vegar frá Tryggva varðandi gildi þessa samning, kæmist það nú á gagnvart lóðarleigu samningi sem að liggur fyrir. Og það er að segja að í mínum huga er það alveg ljóst að verði þessi samningur samþykktur af meirihluta og þá gildir hann varðandi þau atriði sem eru með öðrum hætti heldur en gildandi lóðarleigu samningur kveður á um. Við erum að gá að því einmitt að lóðarleigu samningurinn er í sjálfu sér samningur á milli annars vegar Kópavogsbæjar og allra eigenda hins vegar og allir eigendur urðu aðilar að lóðarleigu samningum þegar að þeir keyptu byggðu hér upp að við að keyptu eignir síðar. Og sjálfsög geta þessir tveir aðilar, það sé Kópavogsbær annars vegar og eigendur hins vegar í samningu, gert með sér samkomulega breytingu þar á. Þannig að það má alveg vera ljóst að þessi samningur taki gildi, þá gildir hann umfram lóðarleigu samningi og þinglýsing hans út af fyrir sig hefur þar ekkert vægi eða gildi. Hitt atriði sem að vikið var að, það var Ásmundur sem að vék að því. Það varðar ákvæði í annarri grein þessa samnings ábyrgð Kópavogsbæjar á framkvæmdum og Ásmundi fannst að þar væri eða hallaði á ykkur eigendur með þeim hætti að eigendur hefði þá ekki þessa samninga að segja svo kannski ástæða væri til. Í mínum huga er þetta ákvæði eitt af þeim allra, hvað að segja, hagkvæmustu og sterkustu fyrir eigendur. Því að þarna er öll ábyrgð lögð á Kópavogsbæ varðandi samningana sem slíka og framkvæmdirnar einmitt. Eigendur eiga ekki aðild að þeim samningum að geta sett sig í þá stöðu að finna að öllu sem að Kópavogsbær stendur að og bera það upp á Kópavogsbæ að hann hafi ekki gert það með nægilegum hætti. Þetta er fyrst og næst í mínum að tryggingarákvæði fyrir eigendur að þeir komist vel frá þessum samningum og síðan
Kópavogsbæ. Á sem þriðalagi kannski varðandi það sem að Steinþór vék að hér áðan breytingar á þessum samningi sem hann liggur hér fyrir. Í sjálfu sér tæknilega hægt að gera breytingar og samningi þær, en þá að því að gá að það þarf þá að leggja fyrir Kópavogsbæ aftur og sjálfsögðu undir hænum lagt hvernig forsvarsmenn bæjarstjórninni heilt bregst við. Þannig að því aðeins kemst samningurinn á núna að hann verði samþykktur óbreyttur með meirihluta fundarmanna hér. Ég sé ekki ástæðu að ég hafi þessu orð fyrir. Pétur Sigurðsson hefur lokið máli sínu og beðið okkur honum hans lögfræðilegu útskýringar. Orðið er laust. Já, þar er hent á lofti. Gjörðu svo vel. Það er Benjamin Magnússon. Gjörðu svo vel. Ég verð nú að byrja á því að taka undir orð Steindórs hérna áðan. Við erum sett í smá vanda. Vandinn er nú tilkominn vegna þess aðeins hversu flókin staðan er frá upphafi. Við höfum þurft að búa við það í 18 ár, eins og Þórir kom að hér áðan, að aðgerðarleysi hefur verið algjört hérna á svæðinu. Tregða af hálfu bæjaryfirvalda og eigenda, verslunar og húsnæðis og íbúðareigenda að ná saman. Á meðan hefur þessi eign liðið fyrir okkar aðgerðarleysi. Hún er nú undir skemmtum og það var daginn gerð verkfræðileg úttekt á ástandi veggja og lofta á hálfu verkfræðistofu í Reykjavík. Þar kemur fram að ákveðin útblástursefni og dílum hafa leitað inn í veggi og geta þegar fram er stundir skemmt burðarvirki mannvirkisins. Það er því orðið mjög áríðandi að við tökum saman höndum og gerum eitthvað til að verja þetta mannvirki okkar. Okkur ber skylda til þess að viðhalda þeim eignum sem við erum ábyrg fyrir. Það hefði verið betra og ákjósanlegra ef við höfum haft ítalegri kostnaðaráætlun. Það er alveg rétt. En við skulum minnast þess að við getum sveigt kostnaðaráætlun og framkvæmdir að okkar buddu hverju sinni. Það er á valdi Hamarbókarráðsins og bæjaryfirvalda að koma það samkomulagi slíkt. Ég trúi því að það hljóti að vera niðurstaðan. Ég er alveg sammála því að það er ekki mjög, þetta er ekki besti tími í heimi að fara út í framkvæmdir, auka útgjöld. En auka sér þá verðum að gera það. Ég hef áhyggjur af því ef við fellum samninginn að þá muni líða langur tími þangað til að nýr samningur kemst á. Ég er ekki andvígur þessum samning. Ég tel að Hamarbókarráð hafi gert sitt ítrasta til þess að ná samstöðu við bæjaryfirvöld og skiptingin 55-45% er sanngjörn á hálfu bæjarins, að mínu viti. Það var minnst á það hérna áðan að geislahlað eða garðurinn væri felldur inn með öðrum hætti í þessu samning heldur en lóðalegu samning gerir ráð fyrir. Eins og kom hjá lögmanni hérna áðan að þá tekur þessi nýju samningur okkar lóðalegu samning fram. Við erum einfaldlega
samningamönnum á sínu tíma, ég er nú aðeins fylgst með þessu fjarlag, er að setja í eina púlju allt það sem gera þarf og fá út úr í dæmi 55-45%. Það inni eru akstursleiðir, yfirborð gangstétta, lýsing og frágangur og geislahlaði sem hafa gefið þessa niðurstöðu. Vissulega má kannski, og hefði getað lifað þeirri von að niðurstaðan hefði orðið ykkur önnur, jafnvel enn hagstæðari fyrir okkur íbúana. Þetta liggur fyrir nú og það verður við að greiða atkvæði. Ég harma það hins vegar að eigendur verslana í Hamraborginni, það er að segja þá í því sem heitir 14. og 16. Það er ekki séð sig fært á að koma inn í þessa mynd með okkur með einhverjum hætti, en eins og það framkom hér fyrir í kvöld að þá látum við að hendi bílastæðin til þeirra verulegan hluta sólarhringsins. Mér þykir hart að búa við það að útvegsbankinn Sálegi sem átti á 3. tug bílastæði hérna í Hamraborginni skuli komast upp með þegar ég 1 bílastæði í dag í Hamraborginni. Það er hart til að reyta. En við getum í samstarfi bæinn, og ég veit að bæinn hefur þann möguleika að þrýsta á þessi atvinnufyrirtæki í Hamraborginni að þau komi inn með öðrum hætti per stæði heldur við vegna afnota þeirra. Við trúi því að þessi hægt og þess vegna finnst mér að við ættum greiða þessum samningi atkvæði okkar, gefa Hamraborgarráðinu það í vegnesti á dagskipan að í samstarfi við bæjarstjórn verði leitað eftir ríkari þátttöku verslana, þannig að þessi 45% sem að bílastæða eigundum er gert að greiða, að sá hlutir skiptist með öðrum hætti en bara eins og það er gert ráð fyrir samning. Ég trúi þessi hægt. Takk fyrir. Benjamin Magnússon hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls Þórarinn Hjartarson. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Ég held að nú ekki vera langorður. Ég held ég hafi hérna á síðasta fundi gert nokkra grein fyrir prósentunum sem við erum að tala að núgildandi samningur myndi standa í. Eins og þið vitið að það stendur 18,1% sem að væri á að borga og þá tæplega 82 sem að þið er borga. Og en eins og kom fram hérna áðan að þetta hefur verið útvíkkað, það eru þarna blómakjör og fleira í geislahlaði og tröppum sem að við erum bætt við og það er til að pakka hugsanlegum ágreiningjum hvað er geislahlað og hvað er þak á bílageymslu. Það hefði getað sleppt þessum hlutum og þá hefði bara prósentan sem að Kópavogsbær er tilbúin að borga, hún hefði lækkað. Þannig að það hefði komið alveg í samastað niður. Það eina sem við erum að gera hérna er að pakka hugsanlegum ágreiningsefnum og Pétur er búinn að gera grein fyrir þarna spurningunum hvort að lóðalegu samningurinn sé yfirsterkari eða ekki. En ég ætla ekki bara til það. Þetta, ég held ég hef sagt það síðast að þessar viðbætur hann í geislahlaðinu megi meta upp á svona 7%. Þannig að þá með núgildandi samning myndi að þýða 25% sem að Þjónustu aðferðarsvæðinu, það sé að fyrirtæki telja það, jú, mingi businessin,
dagurinn lauk þannig í lokin að þið tóku að sig allar akstursleiðir, og meira að segja það, þeir eru komið svo langt, tóku allar akstursleiðir og göngulið. Jú, allt þetta er þeirra kerfi. Ég líti svo á þó að það sé okkar hús. Þetta er aflotið. En við sögðum og við keyptum það strax í Hamraborgaráðinu. Það var komin það beint inn í hússtjórn. Að okkur þetta allt í lagi þó að við borgum okkar eigin stöðuleyti. Allt í lagi með það. Og síðustu fundunum, þá var barist eftir þrautans. Hann náðum lengra og við náðum 55%. Það er það að þeir eru þegar farnir þá þegar komnir inn á okkar eigin stöðuleyti. Þeir eru komnir inn á okkar stöðuleyti, það var ekki það sem við áttum fyrir. En nú eru komin ákvæm og ég held að við hljótum að vera sammála um það. Þegar við horfum frá 18% til 55%, þá þykir mér það ekki skræma kostur. Ég vil líka að þakka þær athugasemdir sem hafa komið frá þeim varðandi orðalag samningsins og annað. Ég er sammála því að auðvitað er lág margt betur gera. En við höfum alltaf varið þeirri neðan okkur að Hamraborgaráðið er sá aðili í þessum samningi sem getur haft áhrif, sterk og mikil áhrif á fjárhagsáætlanir eða varðalag. Sú fjárhagsáætlun sem var gagnrýnd hér áðan, að þessi ágættu maður, Ásmundur, hann benti á það að það var frá 12-38. Einhver einföld prentvísla. Já, þetta er nú prentvísla, þú veist nú sjálfur að félag húseigenda nær ekki yfir 12. Þú bara kannski svartir það sjálfur. Svo að við getum haldið áfram að ræða þessa hluti, en ég vil sko með þessar tillögur sem hérna kemur fram, þá vil ég aðeins draga áhyggjurnar frá Guðjóni með það að fyrir að fyrsta að ég tel að sé ekki lagalega hægt að eins og hérna komið fram að við þurfum að ég skilði rétt Guðjón og þú viljið láta senda því merkjum okkar stæði eða við fáum einhver fasta tún, þá er það ekki hægt í framkvæmdinni, en hins vegar er það stefna Hamraborgaráðsins að vera að vinna í anda gömlu regluna og það er verið að tala um það. Það er talað um hérna í A-lið í gömlu reglunum, það er að segja samningur á 8. október, að hverjum húshluta skal merktur fjöldi bifreiðastæða sem er laus undan gjaldskyldu. Það þýðir það einfaldlega að við húseigendur, íbúðareigendur getum afmarkað okkur á þessu svæði, en það er óráðlegt að vera merktur stæði. Og þetta erum við búin að ræða heillengi í Hamraborgaráðinu og við hefum komið til þeirri niðurstöðu að við getum tryggt okkur ákveðin svæði samkvæmt gömlu reglum. Og ég tel að þessi tillaga þín, Guðjón, sé alveg óþörf að hvað þetta varðar sem er í gildi og kemur til að vera í gildi. Það er ekkert í gildi. Jú. Ég er aldrei samþykkt það. Hamraborgar íbúar hafa aldrei samþykkt það. Þegar þetta hérna Íbúar Hamraborgar hafa aldrei samþykkt það. samþykkt, þetta er sem sagt Það í byggingar aðilar áður en íbúarnar voru seldar. já, það fylgdi sem sagt Fylgiskjal með kaupsamning. fylgiskjal með kaupsamning. Fylgiskjal, já. Já. Það verður að fylgja íbúðina. Þú getur íbúðina. Það er að segja, Guðjón, ég er að skora á þig vegna þess að ég held að sé svolítið misskilningur í þessu og ég skora á þig að þú drægir hérna tillöguna til baka vegna þess að það hún getur kannski að einhver hlutum valdi misskilningi. Svo að lokum með uppsetninguna sem komið var hér inn á, auðvitað er allt saman, það er nú þegar nefnt á vegum Hamraborgaráðsins tæknimanna að skoða þessu hluti með ákveðnum mönnum og leið og þessi samningur verður samþykktur að þá verður
Haraldur Jónsson. Er það ekki rétt? Haraldur Jónsson. Haraldur Hreinsson er hann og gerði svo vel. Góðir félagar og fundarmenn, mér þykja gallarnir við þessa samninga sem að núna liggja fyrir vera þeir að kostnaðarhlutdeild okkar, hún hækkar. Við þurfum að taka okkur stærri hluta af rekstrarkostnaði heldur en, eða í lag kostnaði við sem við höfum ekki haft. Og við vitum ekki hversu stóra tölur þetta er. En við getum nokkuð gert okkur grein fyrir því að það geti verið svona, það er lýsing og kynning. Þessi kostnaðarliðir hafa ekki verið á okkur, þannig að við gefum í raun og veru svolítið kostnað á móti þessum prósentum sem við fengið hækkunum. Og ég er svolítið hræddur að verði vandamál í samskiptum í framtíðinni hvernig ég skipta kostnaði. Og þá innbyrðis í félaginu. Og ég er svolítið óánægður með það skuli ekki vera byggt svolítið meira inn í þær stöður heldur en er búið að gera. En svona á heildina litið þá finnst mér þessi samningur vera ásættanlegur og ég held að við ættum að samþykkja hann í trausti þess að við tökum ekki forgangi á bílastæðum því að mér sýnist að það gæti farið svo að ásóknarstæði verði svo mikil á okkur verði ýtt í burtu. Og ég þakka það bara fyrir. Haraldur Hreinsson hefur lokið sinni ræðu og þá er umræðum samninginn lokið og þá breytingartillögu sem lögð var fram. Það komu hér fram tilmæli frá formanni áðan til flutningsmanns breytingartillögunnar að hann myndi draga hana tilbaka. Ég hef rætt við flutningsmann og hann helst ekki á það, þannig að við verðum að byrja á því að greiða atkvæði þessa tillögu og þið eruð öll með atkvæðaseðla. Og við skulum byrja á því að taka hérna þann aftasta, þennan brúna, það er langt þægilegast, og nota hann til að greiða atkvæði þessa tillögu. Þeir sem vilja samþykkja tillögu Guðjóns, þeir skrifa já á seðilinn. Þeir sem vilja fella tillöguna, þeir skrifa nei. Og hefst nú atkvæðagreiðsla. Ágætir fundarmenn, hér liggur fyrir niðurstaða úr atkvæðagreiðslu tillögu Guðjóns Kristinssonar. Atkvæði féllu þannig: já sögðu 25, nei sögðu 108, auðir voru 8 og ógildur enginn. Tillagan er felld. Þá liggur næst fyrir að greiða atkvæði samninginn eins og hann liggur hér fyrir og þá tökum við hér næsta miða og notum hann við þá atkvæðagreiðslu. Þeir sem vilja samþykkja samninginn, þeir skrifa já á seðilinn. Þeir sem vilja fella hann, þeir skrifa nei. Og ég vil biðja sömu menn að safna saman atkvæðagreiðslu, atkvæðaseðlum og telja.
115, nei sögðu 28, auðisaðir voru 3, en ógildur var enginn. Samningurinn er samþykktur. Þá er lokið við þennan lið dagskrár og eftir er einn liður sem heitir önnur mál. Er einhvers sem óskar eftir að taka til máls undir liðnum önnur mál? Svo virðist ekki vera og er þar með störfum þessa funda að ljúka. Það er von mín að það sem hér hefur gerst í kvöld verði þeim aðilum sem að þessu samkomulagi standa til góðs og við séum hér að hefja uppbyggingu og betrumbætur á Hamraborginni sem að kannski allt og lengi eru búin að bíða. Ég vil þakka fundarmönnum fyrir góða fundarsetu og mjög svo vel málefnalega umræðu og segi þessum fundi